Frá því að við byrjuðum fyrir ári síðan þá var búið að ganga mjög vel og rannsóknin fór mjög vel af stað og hefur vakið mikla athygli og svona áhuga sem maður er gaman að finna fyrir. Við erum að sjálfsögðu byrjuð að skoða niðurstöður og skoða þennan stóra hóp kvenna sem þegar er búin að taka þátt. Það vekur náttúrulega athygli okkar að hvað er hátt hlutfall kvenna fimmtungur sem virðist þjást af áfallastreituröskun. Þetta eru konur sem hafa upplifað hin ýmsu áföll og geigvænlegar tölur þriðjungur kvenna sem hefur orðið fyrir áreitni á vinnustæði eða í námsumhverfi og 7–8% kvenna á núverandi vinnustæð. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða nánar. Og svo er náttúrulega rannsóknin opin til 1. maí og við hvetjum allar konur að taka þátt. Það geta ég gert með því að fara inn á áfallasaga.is en inn á heimasíðunni er líka hægt að skrá sig til þáttöku og svara þar spurningalistan. Konunum gefst kostur á að meta sína upplifun af einkennum með tilliti til alls kyns áfalla sem hafa ekki verið metin áður. Hvers einasta kona skiptir máli í þessu samhengi og það skiptir líka mjög miklu máli að fá sem flestar konur, hvort sem þær hafa litla eða enga eða mikla sögu áföll til að taka þátt, svo við fáum sem skýrasta mynd af íslensku kvenþjóðinni og hversu algeng áföll eru, mismunandi áföll og skiljum betur þetta samband áfalla og heilsu.